að ERM2 fyrst og fremst til að finna út skiptigengið. Fyrir ERM2 þá var það þessi svona stöðu mat hjálp við það að taka upp og uppfylla skilyrði fyrir það að taka upp. Já, það var alltaf að nota orðið hjálp hérna. Já. Þetta ekki það. Þetta til að finna skiptigengið á íslensku krónu á móti evru. Og þar fara hagsmunir okkar ekki sama. Býtum við, mér hefur verið sagt að ERM2 reyndar frá fólki sem að sagði alls konar hluti, að ERM2 var þess að hjálpin. Þetta ekki það? Sko, við getum ekki lán frá Evrópska seðlabankanum til að byggja forða. Við getum gert það. Og það lán var á lægri vöxtum heldur en þau lán sem við tökum núna til að byggja gjaldeyrisforðan. Þetta sagt. Þeirra hagsmunir, hugsaðu bara aðeins þetta. Þeir ætla að láta okkur frá evrur, sem verða nýprantaðar evrur, munu auka peningamagn í umferð. Þeirra hagsmunir að láta okkur fá minna, frekar en meira. Og þá þarf að finna skiptigengið sem rétt. Þú ert með hátt vaxtastig á gjaldmiðli, þá propparu upp gengið. Þá helduru genginu uppi. Þetta hávaxtastefnan sem var rekin fyrir hrun og við erum einhverju leiti en þá var reka í einhvern svona verðbólgu FIPA-kerfi sem að ég held að við þurfum eitthvað að augljóslega ná betur utanum. En markmið ERM2 að lækka verðbólgu og þar að leiðandi vaxtastigið. Af því að þegar vaxtastigið komið þarna, neðstu 3 löndin, meðaltal 1 ár og allt þetta, það til að finna skiptigengið á Evrópu. Evrunni. Evrópu sambandi vil fá það niður, við viljum að einhverju leiti fá það upp. Ef við ætlum að halda því uppi til að fá gott skiptigengi, þá þurfum við að taka lán frá Evrópska seðlabankanum, þá þurfum við að verja því fyrir þetta og svo gerist að því að raungengi íslensku krónunnar mjög hátt núna, einhverju leiti haldið upp á vaxtastiginu, allir Íslendingar sem eiga einhverju pening hafa bara í bankanum, þeir eru ekki að skipta þeim í evrur eða gera eitthvað annað, því að vaxtastigið svo hátt, þetta bara eðlilega höfun. Síðan þegar þetta byrjar, þá það er svona vélenda bakflæði þegar gengi íslensku krónunnar lækkar, þá hækkar verð innfluttra vara, býr til verðbólgu, hækkar vaxtastigið, aftur. Þetta getur tekið 10-15 ár. Að ná raungengi íslensku krónunnar til að læna upp, þannig að verðbólgu og vextir fari í neðstu 3 löndin í Evrópusambandinu, sem líka floating target. Það getur bara orðið mjög langt að því það gengur mjög illa hjá þeim. Það er með neikvæðan hagvöxt. Það getur bara verið neikvætt. Já, og þá verður við að fylgja því einhvern veginn. Já, og þetta er meira svo útgáfa á þess að þeir fara meira í neikvæðan hagvöxt og fara eins og Japanir að vera með neikvætt raunvaxtastig. Þá erum við í eilífðavél sem endar aldrei. Og ég meina, þetta liggur svo augljóslega fyrir. Ég bara skila ykkur enginn að tala um þetta. Jón Danielsson skrifaði fyrra ágætisskýrslu og frekar bjartsýna 2042, en sko prófaðu, láttu bara klót skrifa forrit, og ég meina allar staðreyndir liggja fyrir. Hérna ertu með kerfi sem er íslenska krónukerfið á þessu vaxtastigi, á þessu raungöngi, sögulega séð og peningamagnu umferð og allar þessar stærðir liggja fyrir. Hérna eru þessi 3 lönd, hérna munu þau trenda, hvenær náum við að hitta? Það er 2042 til 2055. 2055, evran, nei,